Komið nú sæl og blessuð. Það segið í dag. Það er 21. júní og það er sumar. Lömb komin á krigg og þau vaxa. Ungar komin úr eggjum eða ekki og þeir vaxa. Verða orðnir fleygir eða þeir eru orðnir fleygir þegar. Þetta er svo rætt að vaxa maður. En þetta er partur af flórunni. Það er allar þessar breiður af alls konar. Allt er þetta lifandi. Allt er þetta líf sem endurnýjar sig og vorin vex yfir sumarið og við, sumt af þessu, tökum til slátrunar á haustum og etum sem dýrindis lambakjött til að ég og þú og við lifum þarf að slátra dýri. Þannig flóknari en þessu er þetta nú ekki. En það er líka verið að reyna að breyta þessu vegna þess að við erum alltaf að einhvern veginn að burtskýra lifandi Guð út úr einn og annarri mynd. Burtskýra Guð. Trúin hann hefur alltaf átt undir högg að sækja, þannig að þetta er engin ný frétt. En hann hlustar ekki á þetta og ég er þakklátur fyrir það að svo er, því að hann bara veit hvernig hann á að viðhalda öllu þessu lífi sem hann gerði og gerir það með þeim hætti sem hann sjálfur valdi á sínum tíma. Það helst allt til dagsins í dag og fram yfir þennan dag og verður svona áfram. Uppskeru og sáningu, segir orðið, mun ekki linna. Og þetta erum við að gera. Bændur eru kannski einna ötulastir við aguryrkjuna, en þeir tímar voru nú í þessu landi að hver á einn manneskja í raun og veru gerði þetta bara hver í sínum garði. Hús, mörg hér í Hafnarfirði til að mynda, voru með einhverjum krika í hofni eða einhver staðar sem í fóru kartöflur og rófur jafnvel og eitthvað meira og menn tóku þetta upp eftir sumarið og áttu kartöflur frá sjálfum sér kannski allan veturinn. En núna eru tímar aðrir og við nennum ekki lengur. Þetta orðin svo vönugóð, svo góð reyndar að við höfum svolítið mikið aðskilið okkur frá náttúrunni, sem er nú kannski verra. Þannig að við erum í raun og veru búin að tengjast náttúrunni með öðrum hætti en var og kannski við ættum að gera. Hún er þarna, hún ber afkvæmi á vorum, elur það á sumrum og svo er komið að okkur jafnvel að eiga við þessa afurð í formi fæðu. Hvernig líst þér á svona boðskap? Er þetta ekki bara lífið sjálft í hnotskurn eins og blasir við? Til svo vera. Til svo vera, ég veit að þetta er svona. En ég veit líka að blessaður nútíminn, hann er ekkert að meðtaka þetta neitt. Hann er svo langt kominn sumur nútími frá uppruna sínum að hann er að fylla sig á alls konar fræðslu sem er skáldskapurinn einn. Og það er ekki gott til að vera með skáldskap á lofti, en við megum ekki við það missa raunveruleika skynið. En það er nú svolítið oft sem ber nú allhressilega á þeim ósköpum öllum.
En allt saman þetta nú eitthvað sem við veljum sjálf og ákveðum sjálf. Og það þarf enginn í sjálfu sér að fara neitt með sjálfan sig þennan vegspotta. Því hann getur alveg og má alveg lifa í sínum rauntíma. Og hvað blasir það við ef við erum sanngjörn þar? Það hefur ekkert breyst. Sáning og uppskeru linnir ekki. Og við lifum af því sem að jörðin gefur okkur. Og sumt af jörðinni þurfum við að slátra til að neyta. En það ekkert ljótt við það að slátra dýri. En við gerum það auðvitað með þeirri virðingu sem að hverri lifandi skepnu tilheyrir. Sem allt annað mál. Þetta bara svona einhver pæling í mér núna og sem við skulum bara leyfa að lifa, svona í einhvern tíma allavega. Góðan daginn, gott fólk. Og hvað segið þið nú í dag? Ekki að spyrja að allt gott, og það gott. Við eigum nefnilega að segja allt gott vegna þess að eiginlega engin ástæða til neins annars en að segja allt gott. Og þegar við erum þakklátar manneskjur svo góðu vön að við eigum auðveldar með að segja takk fyrir mig og góðan dag. En það er júní og það hefur verið regn í lofti hér á suðvestursvæðinu. En við hefum nú áður lifað rigningasumur hér á Íslandi ef að þetta verður eitt af því og við lifum þau nú af og lifum þetta líklega af. Það er að segja, ef drottinn tekur okkur ekki til sín áður, það vitum við ekkert en ekkert svo sem bendir til þess, en við ekkert spurð. Bara þegar tíminn er liðinn, þá bara er hann liðinn, sem við höfum ekkert að segja. Það er nú margt sem er ágætt við þetta líf og til að mynda það að þú veist ekkert hvenær þú kveður. En það er svo sem góð huggun haram í öllu að þú munt lifa. Það er að segja, hafir þú tekið við Jesú inn í þitt hjarta. Ég hef gert það og ég mun því lifa, en get ekki svarað fyrir þína hönd, því að það er mér algjörlega ófært að gera. Eina sem ég get hvatt þig til er að þiggja náðina, því hún stendur þér til reiðu, en þú verður sem sagt að opna á hana og meira. Þitt er að vinna með hana og með henni þessari náð. Og það heitir á máli trúar að vaxa í sinni trú, og það verða allir menn að gera sem vilja fá að þreifa aðeins meira á hvað þessi trú eiginlega merki. Hún merkir þetta að með því sem hún gerir í Jesú nafni kynnustu honum æ betur. Og þetta er nú boðskapurinn sem hefur rómað og hljómað og mætt andstöðu alveg frá byrjun. Ef þú lest Nýja testamenti sem er nú upphafsdagar Krists á jörðinni, þá sérðu nú allt það sem hann lendir í og kvartaði ekki undan, en það má varla koma vindstrengur í fangið á okkur og þá byrjum við að kvarta. En ættum að vita allt sem að Kristur lendi í og kvartaði aldrei. Af hverju? Hann hafði lært að horfa bara á föðurinn og sum okkar höfum lært að horfa bara á Jesú. Og einhvern veginn skuttlast þetta allt fram hjá okkur
Og þetta hefur engin áhrif á okkur, á þess kannski að okkur líkið það nú kannski alltaf vel. Það er allt annað mál. En áhrif getur það ekki haft af því að Jesús er stærri öllu þessu. Þetta er nú svona gleðifregnin inn í þennan dag sem að er nú smá vindóttur. Ég held það, ég reyndar hef nú ekki farið út ennþá. En ég held að sé nú smá hvinur ykkur staðar og ég heyri regn dynja á þaki ekki langt frá mér. Þannig að það inn á milli allavega er að koma. En jörðin fagnar og bændur fagna, það er að segja, séu þeir ekki komnir á þann stað í búskapnum að þurfa að vera slá. Þá er nú rigningin ekki mjög mikið fagnaðarefni, en þó er nú margt breytt á þeim bæ vegna þess að þetta er orðnað svo öflugar þessar heifinsluvélar að menn taka hirða upp, slá og hirða á túnum bara á nokkrum klukkutímum. Orðið. En þegar heyskapur var og hét heyskapur, þá var það alveg 1 til 2 mánaða vinna og oft tíðu bara mikil vinna. Og stundum þurfti að berjast við rigningu og rok eins og alltaf og stundum fauk taðan á túnunum og bara festist í girðingum og meira og minna hvarf út í buskan. Þetta er svo sem allt til staðar, en flýtirinn á verkinu er þarna mjög hjálplegur. Þannig að það er ekkert hægt að þræta neitt fyrir það. Þó að verkið í sjálfu sér sem sama verk, þá er umgjörðin í kringum það orðin talsvert önnur. Þú sérð ekki mannskap á túni með hrífur valla. Þú sérð dráttarvél, stóra og mikla dráttarvél, aka tún með einhverja vél aftan í sér og engan mann neins staðar hjá. Hér í gamla daga og kannski í byrjun 19. aldar ætli sumarið í sveit hafi ekki verið mannaflsfrekasta vinnan á landinu. Ég hugsa það. Það þurfti nú aldeilis fólk til starfa við að slá, allt gert á höndunum, slegið með orf og ljá og heyinu velt og þurrkað með hrífum, farið kannski 2, 3, 4 sinnum yfir með hrífu á garðana og þeim velt, allt gert á höndum. Og blessarnir komlu, þeir fengu að bera allt heyið heim. Fólki sá að koma þeim í bagga með sérstökum hætti og svo hengja þá á bak blessana. Svo var yfirleitt krakki látin leiða hestahjörðina heim, þetta gat verið nokkra hestalest og allir með bagga á bakinu. Og við hlöðu var heyið flutt þangað inn, uns slætti þetta ár lauk. En þetta var í gamla daga. Þetta var löngu áður en ég og þú fæddust. Það er svo langt síðan. Sem bráðum státum af 70 ára afmælisdegi. Sumir þá eins og í dag áttu Jesú sem frelsara. Aðrir áttu einhvern annan sem átti kannski að gegna sama hlutverki og frelsarinn minn gerir fyrir mig í dag. En þá er ég víst að játa það að það er bara til einn frelsari. Ég skal alveg segja hvað hann heitir Jesús. Þetta er alltaf sama góða fréttin, handa hvort sem er mér og eða þér. Gerði þetta nú bara svona ganniði mínu, þínu, mínu,
því þú hefur svo gaman að því að horfa á mig. Og nú fékkstu upp undir 10 mínútur til þess. En við erum ekki tættir. Þú fær oft að sjá þetta fallega andlit síðar. En núna segjum við bless.